Ég mig langaði til að spyrja þig nokkuð spurninga. Sko, ég ætla að byrja að spyrja, hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig? Og hvað lærir af henni? Það hef ekki verið það aðabókin. Já. Og svo svona, fyrir utan það, þá bækur Eckhart Tolle. Já, Power of Now New Earth og þetta, það mest life-changing bækur fyrir mig, persónulega sem svona, þú veist, ég held að hafi haft mestu áhrifin á það hvernig ég nálgast hlutina. Og hvað fannst þið, hvernig þú nálgast hlutina þá? Rauninni allt, þú veist, það hægt að vera í núinu og í rauninni allur kvíði kemur úr ímyndaður. Þetta þú veist, ég að projekta eitthvað í framtíðina og eftirsjá og allt þetta eitthvað sem liðið. Þú veist, ef ég eitthvað staðar að þjást, þá ég ekki nú hér og nú. Alltaf í fortíðinni eða framtíðinni. Já. Og þú veist, þetta náttúrulega, þú veist, þú veist, þegar maður að lesa þetta eða að hlusta á hann eitthvað, þá þau bara fyrir mig, þetta hefur allt, þetta einhvern veginn, þetta ringst so true, eða þú veist, að ég bara tengi svo fast við það sem hann að segja, en svo kemur lífið og maður glemir þessu og þú veist, þetta svona efni sem gott að hlusta á og lesa reglulega, sko. Og svo bara eins og æfing, maður einhvern veginn, þetta verður manni eðlislegra að vera bara í momentinu og mér gengur það yfirleitt ágætlega. Þú veist, ég mikið betri í dag heldur en ég var fyrir 10 árum til það, og ég það skrifa ég bara á þessa kennslu hans, sko. Ég einhvern veginn náðu að tilengja mér það ágætlega og yfirleitt eins og bara, þú veist, þegar maður fyllir í svona aðgerð og eitthvað, ég var aldrei að hugsa eitthvað mikið, 3 ár í endurhæfingu og allur sársökin og þú veist, þetta bara kom aldrei. Bara, ég fer gegnum þetta, tek á sig bara þegar það kemur. Og þú veist, en hvað ef að kemur sýking og það taka yfir hendundar eða eitthvað, þá bara tekja því þegar það kemur. Og ég hef svona komið mér svolítið óvart með hvað mér hefur gengið vel að einhvern veginn að vera bara, þú veist, þetta bara sækir ekki á mig, sko. Þú veist, ég er ennþá alla ævi verði menn á möguleika, ég hafni höndunum og það verið teknar af sem verður ekki skemmtilegt en það ekkert víst að það gerist og ég ekkert, þú veist, bara gengur og ég bara rosa þakklátt fyrir hvað það gengur vel einhvern veginn, pæla ekkert í þessu bara aldrei nema þegar ég spurður að því, sko. Já, þannig þú ert bara að pæli því að verða betri og já, þú veist, ég er bara núna í þessu og ég hlakka til að geta, þú veist, rétt úr puttunum, nú það markmiðið, sko, þú veist, að fá þessa vöðun, þannig ég geti opna puttun og haldi úrliðinu stífum. Já. Þú veist, það bara það sem ég að díla við í dag. Og koma heim og ég var heitt að litla afastráki minn í fyrsta skipti í gær, mánaða gamlan og þú veist, ég að fara að eða fyrstu jólunum með börnunum mínum og barnabörnum bara síðan 2014. Þú veist, þetta bara, það það sem ég að gera núna. Mér finnst líka áhugavert með, þú veist, 12 og það ekki spor 2 og 3 sem þetta leiti í Guð. Og mér er svo áhugavert, þú talar í bókinni sem þú veist, Guð sem í þínum skilning sem Guð, sko. Það enginn að, þegar fólk fyrir oft strax að tengja við einhver trúarbrögð og eitthvað svoleiðis, en Guð getur líka alveg verið bara einhverjir sálfræðilegi kraftar sem þú trúir á, skilur mig? Algjörlega, og þetta er orð sem að við höfum, sem hefur alveg ósvöldlega sterka tengingu fyrir marga og þú veist, en og þetta var opinberi fyrir mig, þú veist, að því að maður heyrir orðið Guð og þá það Guð biblíunar eða, þú veist, og svo ertu með kristna söfnuði sem að, þú veist, eru með kannski mismunandi áherslur og þú ert með, önnur trúarbrögð og það sem hefur okkur verið innrætt, þá þú veist, ég að afneita því sem þú ert að segja og þannig útiloka bara allt. En af hverju? Því að innst inni höfu öll ykkur að hugmynd, þú veist, ég fólk sem að, þú veist, hatar trúarbrögð en býður svo til stjörnuspánu sinni. Þetta er allt bara eitthvað form af trú og það raunin ekkert, þú þarft ekki að trúa á eitthvað yfirnáttúrulegan kraft en þú trúir einhverju. Það eitthvað, við trúum öll einhverju vegna þess að, þú veist, það að trúa ekki á Guð biblíunar ákveðin trú.
en ekki það, ég hef sótt í allskyns trúarbrögð, ég hef verið inn í kirkjunni og þú veist, sumt að besta fólki sem ég nokkuð tímann æfum minni kynst þar og mér líður mjög vel í kristnum kirkjum og og á bara mjög sterka trú, þannig ég á mikla samleið með kirkjunum en á einhverjum tímapunkti þá fannst mér erfitt að sitja mig í kast vegna þess að hver og einn og hvers, þetta svo persónulegt og leið og ég byrja að reyna að segja þér hvernig þú átt að trúa þá er ég að gera eitthvað annað heldur en þú veist þá trúin á að vera hvernig get ég verið betri mannski, hvernig finnst mér ég vera tengdur þér og bara tengdur öllu og þetta byggist á einhverju tilfinningu sem að orð mun aldrei geta útskýrt og ef ég ætla að útskýra með orðum eitthvað og þú skilur jafnvel kannski orðin öðruvísi heldur en ég merkingar sér, þú veist, það ekki hægt algjörlega að útskýra þannig að þú veist, ég komi einhverju upplifun, þetta eins og elskar þú barnið þitt og fólk, já, þetta elskar mig, já, sannaði það hvað það? Það algjörlega óþreifanlegt, þú getur ekki sannað það, eða þú veist, þetta eitthvað sem þú veist ekki hvað nema þú upplifa það. Já. Það engin leið að útskýra það. Og sama hef ég bara fundið, þú veist, þetta hvaðan kemur þar styrkur sem að, þú veist, að einhvern veginn allt verið spúið. Það ekkert eftir að mér. En svo finn ég einhvern styrk sem að ég bara vissi ekki væri þarna. Þú veist, hvaðan kemur hann? Af hverju, þú veist, ég snortin að vera á spítalanum og sjá einhvern veginn fólk sem ég þekki ekki neitt, einhvern veginn ná einhvern rosalega árangri, af hverju fólk að gleðjast fyrir mig sem aldrei hitt mig og það bara grætur að gleði þegar ég fekk hendur, þú veist, hvað þetta? Og þetta þú veist, það þetta sem ég þegar ég að tala þú veist, að við erum öll einhvern veginn tengd og ég finna ég sterkari þegar ég inn í þessu flæði heldur en þegar ég í sjálfselsku og ótta. Þú veist, ég ekki að fá nóg eða ég að fara að missa eitthvað sem ég á. Og þá þú veist, þá bara rofnar þessi tenging og lífið verður erfitt og sorglegt og bara einhver táradalur að því að ég alltaf óttaslegin en þegar ég ekki þarna, þegar mér tekst einhvern veginn að vera og það einmitt þessi fer inn að þessi að vera að vinna með annari manneski og hjálpa annari manneski eitthvað og sjá, þú veist, eitthvað svona einhvern vona neist að kveikna á eitthvað, þetta dásanlegt þú veist, þetta svo staður sem ég vil bara búa á, sko og ég hef náttúrulega verið svo mikil forréttind að fá að búa við þetta, þú veist, það bara heil þjóð á bak við mig já, allavega 90% eða eitthvað já, þú veist, bara glöddust bara frá öllu hjarta með mér, hann bara kom með hendur aldrei séðan áður en mikið rosalega fyrst með gaman, þú veist, þetta var alveg ótrúlegt, sko. Og þetta eitthvað útskýrt sem stærri en við sem... Og þú veist, þetta getur kallað ég Guð. Þetta það sem ég kalla Guð. Og ég geta, þú veist, og ef það eitthvað öðruvísi hjá þér, æðislegt. Ef þú ert að finna eitthvað sem gefur þínu lífgangi í leið og mín trú að segja þér hvernig þú átt að haga þér eða hugsa eða gera eitthvað, það tröfla mig pínlítið, en ef þín trú að gera þig, þú veist að þú ert upplega á þetta, að vera hluti af öllu, æðislegt. Þannig ég á vini sem þú veist, eru á öllum stærðum og gerðum og trú og þú veist, og það eru allir að reyna að benda á sama hlutin með einhverjum, þú veist, með bara mismunandi orðum, sko. Og eins og Tolli lýsi, þú veist, við erum alltaf að horfa á fingurinn sem bendir, ekki á staðin sem að fingurinn að benda á, sko. Þegar við erum að trúarbrögðin eru ekki, þú veist, þau eru að reyna að benda á eitthvað sem ekki hægt að útskýra. Á mismunandi hátt. Alltaf sama. Já, þú veist, og hann mjög vel lesin í alls konar trúarfræðum, þannig að hann bendir á til dæmis samnefnara sem í kristni, í hindú og buddhisma og íslam og öllu, og
þetta bara þú veist, það er bara nákvæmlega sama kennslan með aðeins öðruvísi orðaforða eða sögunni sem notuð til þess að útskýra atburðin. Þetta er náttúrulega sögur eru stórkostlegt verkfæri vegna þess að það er kötta fram hjá öllu bullshitinu. Þú veist, til dæmis ef við heyri sögu á einhverju mannesku sem er að ströggla og gengur í gegnum áskoranir og svo yfirkemst hann og þú tengir við hann og þú þekkir þetta og þú veist og allt í einu þykir bara ég vænti þess að mannesku finnur samkennd með henni og þú glemdir að svörin hvort hún sé left or right í pólitík eða þú veist, þetta bara köttaði fram hjá öllu bullshitinu og bara tengdi þig strax við, þú veist, þessum eru sögur svo góðar. Magnar, grípa maður bara. Og það er náttúrulega það sem allar þessar gömlu kennslur eru. Þetta eru sögur til þess að reyna að kenna okkur eitthvað, en svo náttúrulega detta sumir í það bara að fara í eitthvað bókstafstúr og vitleysu með þetta og kannski, þú veist, þá missir það svolítið marks. En nákvæmlega, þetta eru sögur sem hafa komið í gegnum árþúsundur sem reyna að koma einhverja visku áfram. Þetta var eina leiðin sem við höfðum. En það er ekki sagan heldur, hvert er sagan að benda? Hvað er þessi putti að benda á? Vegna þess að það er ekki hægt að segja það með orðum. Þess vegna er undir þinni túlkun, eirun líka. Já. Það er kannski þingur. Og svo að finna við að, þú veist, það fyrir eftir, þú veist, maður lesið það hérna í dag og svo eftir 2 ár, þá bara, wow, akkur sá ég þetta ekki. Þú veist, ég bara tala við með einhvern veginn, þú veist, og þetta er svo skemmtilegt, þetta er bara, þú veist, þetta er einhvern veginn, maður er alltaf að læra nýtt og alltaf að opnast einhvern nýtt og svo er maður í þessu þetta þegar þú ert að vinna með annar manneski og maður er að fara í gegnum eitthvað efni sem maður hefur gert það og svo allt í einu bara, wow, hvað þetta var magnað, ég bara allt í einu sá bara þetta sem ég lesi 100 sinnum í ykkur allt öðru ljósi bara út af einhverjum aðstæðum mínu lífi í dag, sko. Já, algjörlega. Og ég er alltaf skeptískur þegar ég hitt einhvern sem er með það. Já. Vegna þess að það, þú veist, ef það er ekkert eftir til þess að vaksa þá, þú veist, því að maður er náttúrulega aldrei með þetta, maður er, þú veist, maður er einhvern veginn að hnoðast í gegnum lífið eins og allir aðrir og maður er að fá kannski einhverja gjafir sem eru dásamlegar og vaksa vonandi að ykkur en þú veist, það er allt, þetta maður er rétt að kroppa bara yfirborðið, sko. Já, algjörlega. Maður er aldrei alveg með þetta. Og þetta er, held ég, ef þú bara lítur aftur í aldirnar og lítur bara á manneskjunni, þetta er okkur bara einhvern veginn, þetta er bara náttúrulegt fyrir okkur og við höfum, mannkynssagan er bara lituð af man's search for meaning. Það, þú veist, kannski ungur og vitlaus og það brennir þér svolítið en ef þú nærða, þú veist, að verða eldri en 25 þá fara flestir eitthvað soul searching í gang, sko. Og leita þessum tilgangi, já. Og það er það ekki bara tilgangurinn, þú veist, að vera að leita einhverju, sko, vera eitthvað að vaksa í þessu og því að einhverju hluta vegna þá gefur þetta okkur alveg helling. Alveg 100%. Það er bara, ég held að það ferðið sér byrjaði, þú byrjar að spyrja það spurningar, sko. Já. Algjörlega. Hvað helst sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú ert að aflæra? Ég held ég væri ekki nógu góður. Og eins og við töluðum þarna í sögunni bara þegar ég var 8 ára gamall, sko. Og ég var með það hélt það í alveg óbúslega langa tíma, vel fram á fullans ár. Og ég veit að ég er bara alveg nógu góður í dag, sko. Var það augnablikið sem tvissaðist þá þegar þú samþykkti að var það seinna eða? Ég held að það hafi verið seinna. Þetta er náttúrulega, þú veist, maður er með brotna sjálfsmynd og með einhverja áralanga, þú veist, svona hrakfallasögu að baki, þú veist, þá hefur það áhrif en mér þykir voðalega vænt um mig í dag. Ég er bara alveg nógu góður til að ég tekist á hvað sem er og mér þykir bara vænt um mig eins og ég er í dag, sko. Hvernig tókst það að svissa því? Ég veit ekki. Það er náttúrulega bara hluti af því að vera að bara vaksa og eldast og vera til, held ég. Já. Þetta er eitthvað sem að bara gerðist eitthvað staðar á leiðinni, ég man það ekki. Kom alveg moment sem að eitthvað svona, þú veist, en ég er allavega ég er bara sáttur í eigin líka maður, sko. Sem mjög margir að fylgja hér í Suðu sé ekki nógu góður. Já, ég held að það sé bara, hlýtur bara að vera mannlegt vegna þess að þetta er okkur svo eðlilegt, sko. En svo er kannski
við búum á tímum þar sem ofboðslegur access á hvað fullkomið og rosalega mikið verið að mata okkur að hvernig við eigum að vera og hvernig við eigum ekki að vera og hvað gott og hvað ekki, þú veist það kannski meira áreiti núna, ég veit það ekki en svo náttúrulega hjálpar ekki þegar þetta er handlegum, þú lítur út í þessu peskall og ert að bera þig við aðra kallmenn saman með aðra kallmenn sem að, þú veist maður einhvern veginn, mér langar í svona handleggi og þú veist, ég er allur rýr og get ekki gert neitt og þú veist, þetta er náttúrulega þetta fer alveg hryllilega með sjálfsmyndina, sko og var stór hluta því að ég koðnaði þarna rosalega niður á tíma en í dag, Já. Nei, ég meina svo bara, þú veist, þetta er eitthvað ferli sem að bara lærir að sjá sjálfa sig kannski aðeins, fara út úr sjálfu sér og horfa á, þú veist, ég er bara ágætur eins og ég er, sko. Algjörlega. 100%. Hvað ráð hefur fengið sem er það magna og deilaði með okkur? Eða það ömurlegt að þurfa að væra okkur við því? Það er náttúrulega búið myndi þetta. Já, sko, það er eitt að kannski hérna changes take time. Það er bullshit. Ok. Það er, þú veist, að við, sko, það tekur kannski tíma að komast á þann stað að ég er tilbúin að breytast, en breytingin gerist á augnabliki. Til dæmis, hérna, þegar við erum eins og við förum út í til dæmis að hætta að reykja eða breyti ykkur í svona og ég er búin að reyna að hætta að reykja núna margoft. Nei, ég er ekki búin að reyna að hætta að reykja vegna þess að leið og þú kemst á þann stað að það er meiri þjáning að halda áfram heldur en að hætta. Þá kemur breytingin samstundis og þú gerir hvað sem er. Fram að því ert ekki tilbúin að gera hvað sem er. Þannig að þú ert ekki búin að breytast. Og það er, þú veist, að breytingar taka ekki langa tíma. Við þurfum smá tímastundum til að moka ruglinn í burtu og sjá okkur eins og við erum vegna þess að við erum alltaf að horfa okkur með filter og með réttlætingum og eitthvað svona. En svo, þú veist, og ég menn það er svo smá leðilegt, við, þú veist, vera eitthvað hlut að gera með þetta og að þú veist, það er svo gott, það er jöfnlega gott að reykja, sko. En mín reynsla er svo að þegar það kemur svona breyting, eins og gerist hjá mér þegar ég ákveða að gera eitthvað í mínum málum, ég var 47 kíló og gert grín að mér í Kringlunni og, þú veist, eða Smáralindinni og þetta var, þú veist, það gerist eitthvað. Þú veist, ég hafði ekki kraft til þess að taka upp síman og hringi þjónustufulltrúanum minn í bankanum. En þarna, þegar leiður sér breyting gefinu, þá gerist það að ég er tilbúin að gera hvað sem er. Og ég fer í meðferð eitthvað og ég fekk síðan þegar ég er búin að vera í ákveð tíma og fæ ég að fara heim yfir dag og eitthvað svona. Það er ekkert sem hefði getað komið fíknefnið áfengjónum mig. Vegna þess að breytingin var þegar gerð, sko. Náttúrulega svo þurfti tíma til þess að hreinsa þetta og líkamanum og allt svoleiðis, en hugafarið og þetta gerist bara einhvern veginn, ég man þetta bara eins og þetta gerist í gær. Bara, það er ekkert sem að breyti því. Aftur á móti, ef að ég fylgi ekki þessari, þú veist, breytingu eftir með einhverju framkvæmd, þú veist, þá fæ ég alla skýtin tilbaka. En breyting, ef það fylgir engin framkvæmd breytingunni, þá er hún einskisverð, sko. Og er í rauninni ekki breyting. Nei. Þú veist, ég ætla að hætta að reykja. Hvað þýðir það? Þýðir ekki neitt að gjörði fylgja. Þú veist, já, það er gjörði, en ef leið og það kemur þessi, þú veist, og ég er tilbúin að gera hvað sem er. Og þetta gerist bara á svipstundu. Við verðum svo betri í því að þú veist, að lifa í nýja lífstílum og bla 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 hvað er. Þú veist, ég ætla að hætta að éta rusl. Ég ætla að hreyfa mig meira, ekki vegna þess að ég þarf að grennast, vegna þess að mér langar ekki eða síðustu 20 árunum mínum á spítala og láta mata mig. Og skeina mér. Þú veist, það er þegar þessi moment koma að þú veist, ég ætla ekki að vera gamall. Nei, en svo bara hugsaður fólki sem að, þú veist, þú bara kemst aldrei á þennan stað og hugsaður að eyða síðustu 20 árunum á ævinniðinni sem sjúklingur. Það, þú veist, og
það finnst mér mikið hrikalegri tilhugsun heldur en til dæmis að heldur en að deyja ungur eða þú veist, við deyjum öll, en þú veist, ég er búin að prófa það að vera sjúklingur núna í 23 ár og maður horfir, þú veist, og gera sér það viljandi, það ég bara, en að því þetta er þetta slow sailing ship, sko. Já, einmitt sem ég ætla að spyrja út í, sko, heldur að, út af því að það væri fullkominn heimi, myndu við bara taka sér ákvarðan núna, þetta gerist eftir einhvern langtíma. Heldur við þurfum að upplega einhverja þjáningu, einhvern vegga, einhvern sársauka til þess að þrýsta okkur í þessar breytingar, eða getum við, er hægt að grípa fyrir inn í, fattar mig? Það er nú stóru spurningi, sko. Þú veist, ég lendi ekki þarna fyrir en að þú veist, það var öll sund lokuð, sko. Já. Hefði ég tekið þessi ákvörðun mikið fyrir, það hefði náttúrulega verið mikið betra hefði ég bara komið út á spítalanum og fuck, ég misti hendurnar, ég þarf svo eldtilis að taka mig á núna og þú veist, það er bara ekkert lífið þannig, sko. Nei. Þannig ég þurfti að horfa bara, þú veist, það var öll sundlokuð og mér var búið að synja mér lifrarskipti, þú veist, og bara þú ert ekki maður, bara myndi ekki geta handlað þetta dæmi og þá gerist þetta svift hjá mér, þannig að en það er hægt í sumum tilfellum og ég hef, þú veist, gert það með kannski væga, þú veist, eins og með mataræði og hreyfing og svoleiðis komist á þann stað og oft hefur það komið í gegnum að lesa bækur sem hafa áhrif á mann með, þú veist, að maður einhvern veginn, hvað er ég að gera við lífið mitt? Og þá fæ ég nú alveg löngu til þess að ég held að við þurfum að fá þetta moment of clarity til þess að, þú veist, eins og ég segi, þetta slow sailing ship, þú veist, einn hamborgari, það er ekki að þið fóð sér einn hamborgara. Nei. En ef það eru hverjum degi, þú veist, þá er það, þú veist, ekki ideal. Og þú veist, eða reykja, þú veist, ég ætla að hætta að reykja, en ekki núna, og ég er alveg vissu það, í mörgum tilfellum er þetta þetta er að þú veist, anda. Við öndum ekki. Þú veist, allir stressaðir, öndum grunnt, hratt og þú veist, og líkaminn er bara ég þarf að slaka á, bara þetta gerir þetta einu sinni og ég finn bara svona sælu tilfinningar að koma upp í hausinn og ég held að þegar ég reykti þetta var stóru hluti bara þetta anda sem fyrir lofti og þó svo að það væri fullt að reykja með því það er bara að draga einu fucking andan einu sinni, sko. Þannig að ég veit það ekki. Það er sen líka bara félagskapurinn sem endur aðan, þú verður síkvært með einhverjum múnd að kvíla þig frá vinnunni eða what er sem þú gera, sem hjálpa þér bara meira að slaka á líka og ræða kannski vandamálin. Algjörlega, tengjast fólki og ég menna, ég var á Reykjalundi, þú veist, þar var, þú veist, að maður fólkti reikin og maður var að spjalla við, þar kynntist í fólki, sko. Já. Og skemmtilegsta fólkið og þú veist, en ég veit ekki, við erum öll bara á okkar eigin journey einhvern veginn og mismunum stað og ég held að séum svo nefnum bara þegar maður sér eitthvað sem maður sá ekki fyrr og það kalla það sterkt til manns að þá finnum maður bara, fuck this shit, ég ætla að gera þetta, sko. En núna er bara tíminn, skilur mig. Ég hef til dæmis eins og með líkamsrækt, það er svona það er einnig kom ég vissi þessi aðgerð eftir að taka alveg rosalega frá mér. Ég veist að læra að ganga 3 á ævinni. Og ég er ekki að fara að gera það aftur, sko. Og þannig ég fór að æfa með það markmið að vera eins góðu formi og ég mögulega gæti þegar ég fengi hennar. Ég fór ekki að æfa að því ég þurfti að ná bumbin á mér. Eða, þú veist, þannig að ég held að motivationi sem að liggur undir því af hverju ég er að gera hlutina skiptir meira máli heldur en og upp á árangur að þú veist, þetta var bara enn eitt stepping stone af markmiðinu og ég hef, þú veist, eins og margir, þú veist, gegnum tíðina keypt mig kort í ræktinu og ætlaði að gera og eitthvað svona og svo finnst mér þetta svo leiðilegt að ég hætti að mæta og þeir svona og svo bara fjarar einhvern veginn út af því að það bara kannski var ekki rétta motivationið eða rétta sportið, þú veist, það er alveg óhugnalegur fjöldi til af íþróttum en til dæmis flestir hugsa, já ég verð að fara að gera eitthvað, fara að koma mér í ræktina þú getur fara í tennis eða trail run, þú veist, það er svo rosalega margar íþrótti til og það er hægt að finna sig, ég fann mig bara fyrir tilviljun allt í ykkur, ég get aldrei farið í hóp ég sá mig, hvernig ég fari í hóp íþróttir með engar hendur og sérstaklega crossfit, þú veist, að taka burpees og eitthvað
svo prófaði ég þetta, þú veist, ég var búin að vera, þú veist, að gera alls konar hluti og mikið í fjallgöngum bara okkur og svona dóti og bara, þú veist, frábærir þjálfarar hana og þeir bara, þeir bara aðlöguðu alltaf mínar æfingar, þannig að, þú veist, ég var í nákvæmlega sama intensity og allur hópurinn, nema þegar þau voru að taka upper body, þú veist, þá var ég að taka kvið eða box jump eða sprint eða hvað það var, þú veist, það er alltaf nóg að taka, sko. Og þú veist, ég held að sé, þú veist, það að finna þetta momentum, eitthvað sem að er kannski erfitt til að byrja með, en samt ekki of erfitt að það svona dregur mann til að koma aftur, og þangað til að maður kemst á annan stað að mann fara að hlakka til að fara. Þú veist, ég fæ enga hrassbyrjur eftir það, þú veist, það er neinu viti, þú veist, mér líður ekki, sko, svo fyrstu vikurnar maður bara, ég get ekki hreyft mig, sko, en að komast á annan stað þar sem að það er ekki, mér líður bara svo vel á eftir, fyrir heim í sturtu og tilbúin í daginn, hvað er dásamlegt. En að komast ángað, það þú veist, það að finna bara rétta motivationi fyrir hvern og einn, sko, hjá mér var það, þú veist, ég ætla að reyna að þjást minna eftir aðgerðina og svo, þú veist, fer ég inn í þetta momentum og þá er þetta bara orðið eitthvað sem bara er motivation in itself, sko. Já, þú ert farin að vilja að gera þetta bara því þú finnur hvað þetta er að gera þig gott og þannig fyrsta er kannski þetta bæði úr þér langar eitthvað, langar að líða vel eitthvað, langar líka að forðast að upplifa meiri þjáningu þegar aðgerðin verður. Þannig að, þú veist, og það sem þú lýstir þarna, skilur að kannski er það bara, það er þetta af hverju því líður vel út að hreyfa, það er ekki útkoman og einhver tala á vikt eða whatever. Nei, nákvæmlega. Ef þú bara alltaf töl á vikt. Það er ekki nógu dræfið í. Nei, það er alltaf einhver ytri hvern og það er svo erfitt. En síðan maður finnur ég reyði mig, teka eftir mér allt mér líður vel, ég orka mér, ég borða hóllar fyrir vikið, þá var erfitt til að byrja með, þá var bara, ok, ég vil hreyfa mig, að þeim mér líður vel. Ég fer í ræktinni fyrirmáli að það þar sem ég geri. Það er ekki að því að ég í sumar þá ætla ég að vera í þessum fötum og fara, þú veist, með sixpack og eitthvað og það því þetta er svo shallow motivation að þegar það kemur ykkur freisting þetta er en ef þetta er bara, þú veist ég ger þetta bara vegna þetta, þú veist, þetta er svo gott þegar mann dettur, ég þarf að koma mér á stað aftur náttúrulega, nú er ég búin að vera í ár bara sjúklingur og þyngjast en ég meina ekki það, ég er í brjáluðum æfingum allan daginn, bara öðru sér, sko. En ég hlakka alveg ótrúlega til að komast aftur á þennan stað, sko. Það þegar ég get farið að keyra svolítið svona á powerið aftur, sko. Ég vil vera náttúrulegt. Það er nefnilega helvið náttúrulegt. Nú er það síðan spurningin. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóði á framfara út lífið til annar einsleika, hver var þessu skilabóð? Það sem er að í líf það sem er slæmt er að það er alltaf nóg af því en það sem er gott, það er alltaf nóg af því líka og við höfum alltaf val það er alltaf val hvernig ég líti að horfa á lífið og ég held að mér finnst ofta svolítið þetta er svona ég tók eftir í stundu þá í einhverjum kommentum hjá mér og svona svo taka bara polyönu á þetta, það var rétt og ég var svona býta, hvað er það að tala um einhverju polyönu og fór ég svona að sjá, þú veist, það er eins og sko, að búast við versta er eitthvað dygð og ef þú kýst að líta á hlutina bara, þú veist, líta bara á jákværi hliðan á hlutunum þá ertu í einhvern polyönuleik og ég skil það ekki því að þú veist að sjá eða allt er að fara til fjandans það er, þú veist, lífið er lífið mitt er eins og ég sé lífið eins og ég er ekki eins og lífið er það er ekkert okkur sem sér heiminn eins og hann er við sjáum hann öll út frá okkar eigin filter það er enginn sem sér heiminn eins og hann er og ef við getum valið, akkur ekki gera það þá Nákvæmlega ég held sér góð loka orð það er ekki bara Jú, Felix bara hvet allar til að fara að ná sér þessa bókina í helstu, bara í Pennanum og Netto og þessum helstu búðum. Já, ég held að hún sé allstað. Já, hún er bara allstað held ég og það kóngurinn Tómas á sögum og þau
þau frábæra fólk frá sögum að gefa þetta út, þannig að mæli endilega með að tjekka en annars bara takk innilega fyrir að gefa þér tíma til að koma og segja frá þinni sögu og þínu viðhorfi og hugafæri og þinni lífsreynslu og ég veit að ég muni hlusta á þetta aftur og ég búin að njóta þess að spjalla við í dag og búin að lesa þessa bók og að fá að fylgjast með þér og hlakka til að fylgjast með þér áfram og bara takk fyrir það sem þú ert búin að gangi í gegnum og það sem þú gefur öðru fólki. Takk fyrir að fá mig hingað. Takk kærlega.